Þú ert að hlusta á prédikaran úr Biblíunni heilagri ritningu. Lesari er Þóra Karítas Árnadóttir. Prédikarinn er hluti af Gamla testamentinu. Biblíuþýðingin sem lesin kom fyrst út á prenti árið 2007. Prédikarinn, 1. kafli. Orð prédikarans sonar Davíðs, konungs í Jerúsalem. Aumasti hégómi, segir prédikarinn, aumasti hégómi, allt er hégómi. Hvaða gagn hefur maðurinn af öllu erfiði sínu sem hann streitist við undir sólinni? Ein kynslóð fer, önnur kemur, en jörðin stendur að eilífu. Og sólin rennur upp, og sólin gengur undir, og hraðar sér aftur til samastaðar síns, þar sem hún rennur upp. Vindurinn gengur til suðurs og snýr sér til norðurs. Hann snýr sér og hringsnýst á nýjan leik. Allar ár renna í sjóinn, en sjórinn fyllist ekki. Þangað sem árnar renna, munu þær ávallt renna. Allt er sístritandi. Engin maður fær því með orðum lýst, augað verður aldrei satt af að sjá og eyrað verður aldrei mett af að heyra. Það sem hefur verið mun verða, og það sem gerst hefur mun enn gerast, og ekkert er nýtt undir sólinni. Sé nokkuð til er umverði sagt, þetta er nýtt, þá hefur það orðið fyrir löngu, fyrir okkar tíma. Forfeðrana minnast menn ekki og ekki verður afkomenda heldur minnst meðal þeirra sem síðar koma. Ég, prédikarinn, var konungur yfir Ísrael í Jerúsalem. Ég kappkostaði að rannsaka og kynna mér til hlítar allt það sem gerist undir himninum. Það er erfið þraut sem Guð hefur íþyngt mönnunum með. Ég hef séð öll verk sem unnin eru undir sólinni og öll voru þau hégómi og eftirsókn eftir vindi. Hið bogna verður ekki rétt og það sem áskortir verður ekki talið. Ég hugsaði með mér. Ég hef aflað mér meiri og víðtækari speki en allir sem ríkt hafa yfir Jerúsalem á undan mér og hjarta mitt hefur ríkulega kynst speki og þekkingu. Ég lagði allan hug á að þekkja speki og þekkja flónsku og heimsku og komst að raunum að einnig það var að sækjast eftir vindi. Því að mikilli speki fylgir mikið angur og sá sem eykur þekkingu sína, eykur kvöl sína. Annar kafli. Ég sagði við sjálfa mig, jæja þá, reyndu. Sample complete. Ready to continue?